og verið bara hjartanlega velkomin. Þetta gekk skínandi vel á síðustu önn og nú förum við í hefðbundinni stærðfræði, vorum að sækja okkur allan þann grunn sem við þurfum að hafa og nú kemur ítarlegri kennsluáætlun heldur en var og þið fylgist með tilkynningum á hverjum degi, gerir svo fyrsta og svo hér þá næsta tilkynning, fyrirlestrar og dæmatímar og aðstoðtímar. Ég sendi það út til hana heiman og við notum þá Teams. Hér í þessum flipa kemur inn námsefnið. Það verður bara sett undir hér þessa möppu hér vikur. Vika 0, svona eitthvað spjall, aðeins renni í gegnum þetta. Og við reynum að halda okkur bara að mestu leyti við það sem hér stendur. Við fáum áfram að hafa Jóa og Júlíönu með okkur í aðstoð og þau fara yfir. Nú höfum við bara ákveðna kennslubók. Við lesum hana alla, hún á íslensku, eftir mig og 2 aðra. Þetta er svona samantekt á bara hefðbundinni stærðfræðigreiningu. Og svo ef þið getið eignast þessa bók hér, fyrir þá sem þetta ekki gott að hafa þetta á pappír, þá hún til víða. Ég myndi nú ekki mæla með því að kaupa nýjast útgáfu. Ég held að þessi komin 8. eða 9. útgáfa. Nota nú yfirleitt útgáfu 7. Þetta er alltaf sama í sjálfu sér. Og svo seinna í námskeiðinu þá verð ég með svona 2 vikna samantekt svipað vorum með áður línulega algebru. Og svo þetta bara stundaskráin okkar. Þetta er þá formið sem við höfum á hlutunum. Hér höfum við fyrirlestra eða spjall, svona inngang, byrjum hverja viku á svona einhverju, hittumst hér og ég hef fyrirlestur upp á bókinni. Og svo eftir hádegi þá bara opið. Ég mæli með því það bara opið og þar getið þið spurt og ég á vakt eða annarkvort þeirra, Jói eða Júlíana hér. Og ef það eru þung dæmi eða eitthvað svona sem að kalla á töfluspjall þá tekið það upp jafnvel og svo setja upptökurnar inn á YouTube. Verðum bara með sérrás þar á naglaformúlunni. Nú, svo fyrirlestur á miðvikudögum. Þetta ætti nú að vera frá 10:10. Og svo dæmatími, svona hefðbundi dæmatími sem við vorum ekki með á síðustu önn, þá bara leysi ég valinn dæmi af því sem þið skiluðu. Og svo föstudagurinn svolítið frjáls, þá bara að gera mæta, hafa fundin opinn hjá sér og reikna og spyrja og velta fyrir sér. Hvernig er þetta og hvernig er hitt og verið alveg ófeimin. Það er komin einhver svona útgangsherbergi eða breakout rooms í Teams, ég kann ekki á það, við bara lærum það á það ef að menn vilja hafa svona spurningarnar eða menn vilja geta rætt hlutina í næði við mig eða Jóa eða Júlíönu og svo erum að tala bara saman sjálf. Og svo þetta bara... Já. Ég sé að Ingunn, hún höfundur á bókinni. Já. Hún með svona YouTube-síðu sjálf og ég spáði hvort það séu kannski fyrirlestrar úr þessari bók á hennar YouTube-síðu. Ég skal bara viðurkenna það að ég hef ekki skoðað það mikið en hún hefur allavega verið dugleg að setja inn lausnir, svona stuttar lausnir á dæmum. Veit ekki hvort hún kannski með formlega fyrirlestra en allavega hún að taka fyrir dæmi, síni dæmi sko. Þannig að að gera að nota það ef að ég skal bara skoða nákvæmlega hvernig hún hefur gert þetta. Ég veit hún var bara að vinna í þessu núna síðasta sumar, að raða og laga til og... Hún heitir þetta sem sagt ef einhver var að spáði því Ingunn kennir. Já, það er einmitt. Já. Hvað var að segja, þá fer hún yfir dæmi aðalega, frekar heldur en fyrirlestra. Það getur líka bara vel verið sér rangt hjá mér, ég hef ekki skoðað þetta hjá henni eftir hún tók til. Þau voru að vinna í þessu síðasta sumar. En það á að styðja þessa bók. Takk fyrir þetta innlegg. Þetta er allavega mjög vel, titlarnir eru rosalega góðir hjá henni, þannig að ætti að vera auðvelt að leita að þess sem að leita einhverju tilteknu. Þið sjá skjá hjá mér, ég ekki bara að kíkja á þetta, ég hef ekki. Við skulum bara, Ingunn kennir stærðfræði 1 HR, þetta er náttúrulega bara alveg frábært. Fyrir alla muni notið þetta. Þetta er mjög stutt, sjáið þið. Þetta er skipulega sett upp, tölugildi, bil, ójöfnur. Það er nákvæmlega það sem ég ætlaði að tala um núna. Við getum skoða þetta. Er það ekki rétt að við erum í stærðfræði 2 en ekki 1?
Jú, en þetta hét starffræði 1 áður. Nú, ég skal tala um það síðar meir. En þetta er starffræði 2 hjá okkur, þó það heiti starffræði 1 þarna. Við gerum þetta á aðeins annan hátt. Nú, en þetta er bara upp á bókinni, sko. Þannig þetta er alveg til fyrirmyndar. Flott er. Þannig að þið getið sjálfur sér hvort sem heldur. Ef að númeringarnir koma vel fram. Rafna beina línu, þetta ætti þá allir að vera kafli 2.1. Svona. Þetta er alveg til fyrirmyndar. Þannig að þið notið þetta ef þið bara viljið. Og svo er sko Ingunn náttúrulega bara frábær kennari. Þannig að fyrir alla muni notið þið þetta ef þið bara viljið. Og svo er þetta sem sagt bókin. Og þið eru bara búin að sækja hana að gera á fyrir. Og ef þið viljið eiga hann á pappír þá fáið hann á kostnaðarverði í bóksölu stúdenta. Á Suðurgötunni. Það er bara pappírskostnaður. En hún var gefin út 2017, hún er ekki verið gefin út aftur þá nokkra villur í henni, það er svona bara einslátta villur. Þú láttu ykkur bara vita af þeim og þið látuðu mig þá vita líka að þið rekist á eitthvað. Þeim sem finnst í lagi að nota PDF, þá hafa þeir bara bókina. Og sama með Adamsbókina, ef við skoðum það aðeins bara. Þessi bók hafa verið kennd í mörg ár, bara víða heim, þetta sé ekki ykkur algengasta kennslubókin í örsmæðareikningi, eða kalkúlus. Og ef við komum skotta eiga hann á pappír, þá fáið hennar flest öllum bóksölum, en hún er dýr. Eða pantið hann á Amazon eða eitthvað svoleiðis. En þetta er fín bók. Og það er fínt að eiga bækur á ensku, þó sé ekki annað en að æfa sig bara í. Þekkja þetta allt saman á útlensku líka. Og þið hafið hana, svo vísa ég í dæmi úr þessari bók. Og það er ágætt að renni gegnum sínu dæmin þegar maður æfa sig. Þannig lærði ég starffræði allavega. Ég tek ykkur á bók fyrir og svo hakka maður hana bara í sig. Gengur hægt og rólega bara á sínu dæmin og æfir sig á þeim, skrifar upp setningar og reglur nokkur sinnum, þannig að maður komið til puttana. Þetta er bara framkvæmt, get flókið við þetta, það er bara að gera þetta allt saman. Þannig að þetta er svona það helsta. Svo set ég nú kannski inn líka sumarnámskeiðið. Það eru svona einfaldari framsetningar á sumu hverju eins og sem við skoðum í vetur. Ég reynir síðan að vísa í þetta. Þannig að þetta er þá vika númer 0 og svo byrjum við núna á mánudegi að viku númer 1. Þetta er svona það sem við þurfum. Og ég set þá hér inn seinna í dag, vika 1. Og síðan er það verkefni. Og hér höfum við bara stutt inngangsverkefni. Og hér hafði ég ekki læst tenglinum og ég þakka nú fyrir ábendingar. Passið ykkur á því að taka bara afrit af þessu þegar þið byrjið. Ef við opnum þetta með þennan tengil og ef að ég hef nú gert þetta vitlaust, sett ekki alltaf sett upp gleraugun mín, þá er þetta þannig að ég get ítt hér á þennan takka og þá get ég deilt verkefninu með ykkur. Og hérna hef ég skrifað að hver og einn megi skrifa ofan í verkefnið. En ég á ekki að gera það heldur, ég á að velja þetta hér, að hver og einn geti séð þetta verkefni. Og þá læt ég ykkur hafa þennan tengil hérna og setja inn og þess vegna ættu þið að byrja á því þegar þið opni verkefnið að taka afrit svona. Vika 0 og copy. Alltaf bara. Ekki byrja að skrifa ofan í verkefnin. Og síðan vinnið þið áfram með þetta hér. Svona stöðlu góð vinnubröð að byrja alltaf svona. En nú sé ég hérna að ég má skrifa ofan í þetta. Það sem er og get strax sett hérna nafnið mitt. Svona. Ég letur ekki á neinar áhyggjur af þessu því ég geta skrifað ofan í en það er bara svona stundum sem að mér tekst ekki alltaf að hafa réttu gleraugun á nefinu. En þetta er í lagi núna og svo birtast þessi verkefni hér eins og venju er vant, hvert á fætur öðru. Þannig það er námsefni, tilkynningar og verkefni, það er svona helst að fylgjast með þessu, annars er fyrirkomulagi bara eins og við erum vön þessu. Fínt er. Er ykkur spurningar það sem komið er? Er hérna
er vika 0 tekin með í þessi 12 skilaverkefni? Já, ég ger þetta nú bara svona mikið sem vikur að fá að byrja strax. Já. Og ég ætla nú ekki einu sinni að hafa fyrirlestra upp úr því efni. Þetta eru fyrstu 4 undirkaflarnir í kafla 1 í KS eða kennslubókinni. Og þetta nú ekkert erfitt svona við það sem voru að gera bara á síðustu önn. Koma sér svona af stað bara. Það alltaf best að byrja að krafti. Er það ekki? Þá er spurningum við fáum okkur bara stutt kaffi og svo byrjum við bara að reikna. Ég ætla að byrja á núna eftir kaffi að fara bara í kafla 1.5. Ég gerir ráð fyrir að þið fyllið eyðurnar. Kafla 1.2, kafla 1.3, 1.4. 1.4 þekkjum reynda mjög vel. Við tókum hann fyrir á síðustu önn. Það er svona fleiboginn og allt hann. Og lausn annarstöðsjöfnu. En ég ætla að byrja bara að lesa ójöfnur og svo byrjum við á kafla 2 í bókinni. Og kannski svar því strax að þú kannski er búin að því að svo kemur þá vika 1 og næsta skilatæma blað. Þið sjáu það síðan í kvöld. Ég með einu spurningu varandi uppsendinguna þessu, af því að þetta er náttúrulega bara 6 einingar með við 12 einingar og seinustu önn, ekki? Þú veist, skipulagið á verkefnunum mjög svipað eða verkefnum styttri eða það lengri eða? Þegar við getum ekki haft styttri, þá er ekkert gaman að vera til. Já, þau voru náttúrulega líka að MATLAB, skilur mig. Já, nú kunnum við á MATLAB, þannig að við fáum engan bónus fyrir það, en að gera nota MATLAB. Okay. Það er svo bara góð græja og við skoðum þetta bara á eftir og Gebru og svo framvegis. Notum þetta allt saman. Þessi bók sem þið fáið, KS, kennslubók í stærðfræðigreiningu, þetta er það sem var kennt á fyrsta ári, þetta er bara, og er þá 6 einingar. Þetta var það sem var kennt á fyrstu önn áður. Það sem við höfum gert núna hét þá stærðfræði 1. Núna erum við búin að bæta við þessum kúrs sem við vorum í, fengum þá MATLAB, tekin á undan. Og síðan lærum við náttúrulega þessar hluti sem voru alltaf við vandræði með allt námið eins og tíliuregluna og fálhaberinn og alla þessar litlu hluti sem vorum að þvælast í og æfa okkur. Við vorum bara að sækja okkur þol og nú er bara gert ráð fyrir að fólk hafi þetta þol. Nú er bara gert ráð fyrir að menn séu bara snaggir að reikna og kunni að margfald upp úr svigum eða hvaða nú heitir sem við vorum að gera þarna á önninni og æfa okkur í tvinnutölum og svo framvegis. Þess vegna getum við farið tiltölulega hratt yfir. Og ég ætla bara að gera ráð fyrir því að ég reyni að setja inn, ef ég á svona að reyna að svara þessu einhvern veginn, að þið lesið bara í Adams og lesið í íslensku bókinni. Ég stáð geta að lesa á íslensku, svo á ensku. Og það er í alvörunni gott að lesa 3 svar yfir. Skanna fyrst nokkurn veginn, hvernig lítur þetta út og lesa svo vandlega. Hvern hluta, reikna dæmi, kemst maður að því að maður skildi þetta ekki og lasti yfir eitt vitlaust, það er mín reynsla eða maður svona lasti ekki alveg nógu vel og svo les maður aftur yfir og skrifiði bara oft upp reglurnar sem þið ætlaði að kunna. Þetta er tiltölulega ítarleg kennsluáætlun, bara fylgið henni og ef ykkur leiðist einhvern tíma þá lesið til dæmis bara í KS bókinni, það hvert einasta orð sem í henni er til prófs. Það er voða einfalt. Ég svara þetta spurningunni. eða lenti ég eitthvað langt frá henni? Nei, þetta var allt í góð, takk. Já. En þetta er 6 einingar námskeið, já.